Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og við erum mættir hérna einu sinni enn í sjávarútvegsspjall og gestur minn í dag Daði Már Kristófersson, varaformaður Viðreisnar og Ólafur Jónsson mér til aðstoðar í þessum þætti. En það sem okkur langar til í framtíðinni að heyra hvað að hugmyndir stjórnmálaflokkarnir á Íslandi sem eru væntanlega að fara í kosningar á næsta ári, allavega ekki seinna en á næsta ári, að hver stefna þeirra í sjávarútvegsmálum, og ég vil byrja á þér, Daði, að þú byrjir að segja okkur hver stefna Viðreisnar í sjávarútvegsmálum. Sko, Viðreisn hefur talað fyrir því að við höldum svona nokkurn veginn því fiskveiðistjórnarkerfi sem við höfum haft, en jafnframt að þau réttindi sem felast í aflamarki og aflahlutdeildinni verði sett á markað, að í staðinn fyrir það auðlindagjald sem við höfum haft hingað til, að þá verði gerðir langtíma samningar við útgerðin og þeir samningar verði seldir. Já, það svona mergurinn að halda sér við óbreytt kerfi. Það ekki sérstaklega vikið að öðru heldur en bara því að við höldum áfram sjálfbærum veiðum og að við treystum á vísindalega ráðgjöf og annað slíkt, en að sjálft fiskveiðistjórnarkerfið verði óbreytt að öðru leyti en því að þessi réttindi verði ekki ævarandi eign þeirra sem hafa þau í dag, heldur að gjaldtakan verði. Og hvað ertu þá að tala að bjóða mikið upp? Allar veiðiheimildir á fyrsta degi? Nei, það ekki raunhæft. Nei, en hver hugmyndin? Það hefur verið talað kannski svona stærðargráðinni 5% á ári. 5%, þá tæki raunverulega 20 ár að fara í eitt hring. Og allir mættu þá endalega bjóða í aðgang að veiðiheimildum. Já. En myndi þetta ekki í rauninni þýða það að veiðiheimildirnar yrðu bara áfram á höndum þeirra sem eru með þar í dag? Það auðvitað ekki gott að segja hvernig svo þróun yrði. Þú veist auðvitað jafnvel og ég að þróunin frá því að kvótakerfinu var komið á hefur verið að færri og færri stunda þessa veiðar. Það umverulega þannig að í dag að þá í mörgum flokkum, eins og til dæmis í uppsjávarfiski, þá stanga fyrirtækin upp undir hámarkið. Og sumi yfir hámarkið. Sumi yfir hámarkið og svo fer það eftir í hvernig þú metur, sko, því að það þessi krosseignatengsl og allt þetta, sko, hvort að einhver fyrirtæki séu í raun og veru komin með miklu fleiri heimildir undir. Það ekki augljóst mál að minnstakosti 2 stórfyrirtæki hérna eru komin yfir hámarkið? Jú, ég myndi segja að það væri rétt 50% í öðru fyrirtæki, sko. Öðru fyrirtæki heldur en þínu eigin, þá hljótum við að telja það að öll heilbrigð skynsemi þannig. Já. Og í öllum öðrum fyrirtækjarekstri það þannig að þegar þú ert komin með ráðandi hlut, algjörlega rétt hjá þér, að þá telst það í rauninni. Það ætti að vera þannig. Já. Þú veist líka eins vel og ég að þeim reglum hefur ekki verið fyllilega framfylgt. Nei, en það líka, maður spyr sig af hverju láta menn fyrirtæki komast upp með að brjóta lög. Já, maður spyr sig þeirra spurningar. Það hlýtur að vera eðlileg spurning og það lítur að vera spurning líka til stjórnmálaflokka hvort ætla að berjast fyrir því að breyta því eða hafa þetta óbreytt. Nei, það alveg skýrt hjá okkur. Ég held að það mjög mikilvægt að það sé samkeppni og þess vegna að fara að hrófla við til dæmis hámörkum eins og mörg útgerðarfyrirtæki kalla eftir í dag held ég að sé varhugavert. Og það að taka ekki tillit til krosseignatengsla finnst mér og líka varhugavert.
Já. Áttu von á því að það verði komið með einhver frumvarp eða munið þið beita ykkur fyrir því að reyna að breyta þessu í ár? Já, við munum beita ykkur fyrir því já, í ár, þú veist hvernig það er. Þessi leikur að vera í stjórnarandstöðu er nú svona svolítið flókin sko, að hve miklu leyti áttu að eyða tíma í það að leggja fram frumvarp sem þú veist að verður hafnað. Það er auðvitað sorglegt að sjá að hver einasta endurskoðun á lögum um stjórn fiskveiða sem að stjórnvöld hafa reynt að koma í gegn hefur strandað. Þú ert sennilega betri aðstöð en ég til þess að giska á hvers vegna en að öllum líkindum takast þarna á með töluverðum átökum mjög sterkir fjárhagslegir hagsmunir. Við höfum lagt fram breytingar á lögum um veiðigjald en þið viti hvernig fer fyrir góðum hugmyndum stjórnarandstöðunar, þær fá ekki hljómgrunn. Það er alveg rétt, það er ekki farið eftir þeim nema að þau passi við tillögur ríkisstjórnarflokkana. Nei. Eða eitthvað sambarilegt. Ég veit ekki kannski aðeins skjóta inn í þetta þegar við erum þarna. Hvað finnst þér þá eins og nýja frumvarpi að hækka í 15% hámarkið? Sko það er margt sem ég skil ekki í þessu. Ég var lengi vel í veiðigjaldanefnd meðan hún var og hét. Ég var nú sjálfur svolítið efins að það væri skynsamlegt að óbreyttir borgarar út í bæ væru í því að ákvarða skatta og var nú svona frekar ánægður með það þegar að ríkisskattstjóri tók þetta hlutverk einfaldlega yfir eins og eðlilegt er. Ég hins vegar hef verið mjög efins reikniregluna sem varð fyrir valinu. Hún var ekki tillögu veiðigjaldsnefndar. Veiðigjaldsnefnd lagði til á sín tíma að gjaldstofnin væri breiðari. Það er að segja núna er miðað við svona svolítið þrönga skilgreiningu á hagnaði. Já, sko, hagnaðurinn miðast bara við veiðar upp úr sjó. Já, ekki einu sinni, sko, því miður vegna þess að eins og þið vitið auðvitað betur en ég að þá er verðlagning á fiski í lóðrétt samþættum fyrirtækjum í engu samræmi við verðmæti aflans og það gerir það verkum að hagnaður sjávarútvegsfyrirtækja í öllu svona almennu opinberu uppgjörning eins og í Hagstofu Íslands er vantalinn. Þar sem en oftelja hagnaði í vinnslu og vantelja hagnaði í veiðum og það gerir það verkum að gjaldstofnin í núverandi lögum er að mínu viti. Jú, og það náttúrulega þýðir líka að í flestum tilfellum að þá fá sjómenn larra fiskverð heldur en ella og þá fær sveitafélagi larri útsvar, þá fær ríkið larri tekjuskatt og hafnarsjóður í hverju sveitafélagi fyrir sig larri tekjur. Þannig að hagræði útgerðana af þessum lögum sem við erum með í dag þið veitir verðlagsstofu skiptaverðs og allt þetta sem að ræður þessari verðlagningu í þessum fyrirtækjum er gallað og hefur neikvæðar afleiðingar. Sko, hugmynd veiðigjaldsnefndar á sín tíma var að ríki færi á hlut, ef við getum sagt, að það veri notuð svipureikniregla fyrir útreikning veiðigjalds eins og er notuð fyrir laun og það fannst mér á margan hátt skynsamleg nálgun vegna þess að hún hefði skapað, ríkið og sjómenn hefðu þó haft sameiginlega hagsmuni af réttri skráningu fiskverðs. En er það ekki bara óskup auðvelt að breyta því með því að setja allan fiskin á fiskmarkað? Jú, ég að vísu er persónulega, sko nú erum við ekki lengur að tala um stefnu Viðreisnar, heldur kannski bara... En við erum líka að tala við þig. Við erum líka að tala við þig. En þú ert, svo við tökum það fram, þú ert auðlinda hagfræðingur. Sko lóðrétt samþætting held ég hafi ekki verið vond hugmynd í sjávarútvegi, þar sé að samþætta veiðar og vinnslu. Ég held að heilmikið að gögnum sýni að þú nærð betri nýtingu á frystihúsum og betri tengingu milli markaðar eins og það kemur ekki fram í fiskverðinu hjá þeim, ekki eru þeir að selja fyrir hærri krónutölu eða í dollar eða pundum. Nei, en ég verð hins vegar að viðurkenna
og endilega verið ósammála mér ef þið telja ég að vera rangt fyrir mér, en ég verða viðurkenna að ég á bátt með að trúa því að þessi fyrirtæki tapi skipulega peningum og þið vitið eins vel og ég. Þeir gera það ekki, en þeir eru ekki á tánum eins og sá sem kaupir fisk á fiskmörkuðum og á hæðstu verðum og þurfa að leita eftir því á hverjum degi og í hverju viku að fá sem hæðst verð og leita og skanna markaðin eins og maður segir til að fá sem þólanlegt verð fyrir sig og betra og hærra heldur en stóru fyrirtæki sem er að selja. Þetta er frjálsra fiskframleiða þetta. Þeir segja þetta. Ég rætt við þá aðilega líka. Allavega minn punktur var þessi að ég á bátt með að trúa því að raunverulegt virði afla sem kemur á land á Íslandi ef við tölum um bolfiskinn sé lægra heldur en ef þú myndir nota fiskmarkaðsverðin til þess að gera upp allar landanir. Það segja að fyrirtækin séu skipulega að velja að setja inn í eigin vinnslu fisk sem þau getur fengið hærra verð fyrir skilunum inn á markaðin. Og það þýðir þá að vantalningin á lönduðu verðmæti afla á Íslandi er að minnsta kosti munurinn á opinberu verðlagningunni og fiskmarkaðsverðinu. Jú, en eins og þetta er í dag þá er það að selja þorsk á markaðanum fyrir 500 krónur kílóið. En fiskvinnslunar sem er að kaupa af sjálfum sér er að fá hann á 300 krónur. Og það breytir töluverð miklu þegar þú borgar svo aflagjöld. Algjörlega, og þetta er minn punktur sko. Og þetta er hlutur sem gengur ekki upp í rauninni. Nei, þannig að tillega Viðreisnar sem var lögð fram á síðasta þingi var að tekjur að reikningurinn á tekjum yrði gerður þannig að þú tækir aflamagnið í beinum viðskiptum, sem sagt í viðskiptum milli tengdra aðila og gerðir það upp á fiskmarkaðsverðinu. Já, en það til dæmis gera Færeyingar. Ef þú kemur 100 tonn í land í Færeyjum þá fyrir helmingurinn að því inn á fiskmarkað. Já. Og það ræður verðin á öllu saman. Og þar að leiðandi ertu búin að tryggja sjómennina, sveitafélagið eða hafnagjöldin og útsvarstekjur til sveitafélagsins og tekjuskatt til ríkisins. Við lögum sérst fram frumvarp breytingu á þessari grein laga veiðigjald sem að sjálfsögðu var felld. Já. Þarna en ég aftur ef við bara víkjum aðeins frá stefnu Viðreisnar og förum að tala um mína persónulegu reynslu þá varði ég á þessum árum sem ég var í veiðigjaldsnefnd frekar efins að þessi nálgun gæti nokkuð tíma skilað ríkinu eðlilegum hlut vegna þess að það er bara svo auðvelt að eiga við kostnaðatölur og eiga við tekjutölur í fyrirtæki sem er bæði í veiðum og vinnslu og þar með verða tölurnar allar pínu óáreiðanlegar. Ég er alls ekki að segja, þetta er ekki ólöglegt. Nei. Þegar þú færi skatt framtal. En sko, það má ekki gleyma því að all fjárfesting sem að útgerða fyrirtæki og fiskvinnslur fara í kótakaup, nýsmíð á skipum, vélum og tækjum, nýjum fiskvinnslu tækjum, húsum jafnvel, að þetta kemur allt inn í ársreikningana og afkoman verður þegar upp er staðið minni hagnaður og minni gróði. Já. Og þannig að það er ekkert ólægri veiðigjöld þar að leiðandi. Þannig að það er ekki hægt að horfa á þetta með þessum hætti af neindi skynsemi. Þannig að við erum þá ekki ósammála. Ég og að svona reiknireglur eru viðkvæmar fyrir því hvernig bókhaldi fært. Ég held kannski fristu sem koma ekki til lækkunar en alveg örugglega kaup á skipum. Já, það eru kaup á skipum og jafnvel þegar sjávarútvegsfyrirtæki er að kaupa pítsustaði eða eitthvað þess áttar. Þú er ekki að segja, en allavega kaup á skipum. Já. Kaup á skipum og svo er það spurning, þú veist, hver á að borga reksturinn á skrifstofinni, hvernig á að skipta því milli útgerðarinnar og vinslunar. Allt þetta eru sem sagt spurningar sem í mínum huga grafa undan þessari nálgun sem Ísland hefur valið í að reikna veiðigjöld og ég held þess að það sé miklu skynsamlegra að það sé ákvarðað á markaði.
Og það stefna Viðreisnar. Það bara gefur auga leið að það einfaldasta og besta leiðin. Já, því við erum ekki meirihluta, Grétar. Nei, en með þá skoðun. Nei, ekki eins og en þetta á nú væntanlega eftir að breytast og það koma nú væntanlega einhver nýju öflin að meiri krafti í þessi mál heldur en... Ég vonaði auðvitað, en sko það nú ekki, mér hefur heyrst á kollegum okkar í Samfylkingunni að þau séu meira að tala einhverja skrefahækkanir, aðrir flokkar hafa talað fyrir öðrum skrefahækkunum. Ég held að hvorugt sé skynsamlegt. Ég held að þessi breyting sem við lögum til að miða frekar við fiskmarkaðsverð heldur en opinbera verðið í uppgjörinu hefði verið strax til bóta, en á endanum hef ég mest að trúa því að selja réttindin á markaði. Og það stefna Viðreisnar. Í rauninni þarf svo vel verði og á sanngjarnan hátt og ég hef oft furðað mig á því að hverju sveitastjórnarmenn berjast ekki fyrir því að allur fiskur sé seldur inn á fiskmarkað fyrsta lagi og veiði heimildir séu líka á markað. Já. Og þeir sem að þykjast vera markaðsinnar og að tala að markaðslögmál eigi að ráða að þeir skuli vera að berjast á móti þessu. Manni fannst það nokkuð óvart, já. Við getum verið sammála það. Manni fannst það þegar á hátíðisdögum þegar sjálfstæðismenn töluðum frelsi til athafna og virða atvinnufrelsi og svo var talað að setja fiskin á fiskmarkað að þá fóru þeir í heiftalega vörn og allt þeirra gengi. Það að segja LIU klíkan og allt það lið. Já, það rétt Er ég að fara með rangt mál eða? Nei. Þetta auðvitað gríðalegir hagsmunir. Já, en við erum að glíma við það að skipta. Við megum ekki gleyma grundvallaratriðinu. Fiskurinn í sjónum, þjóðin á fiskin í sjónum. Það rétt hjá þér. Og þjóðin á að hafa arðinn af þessu þó svo útgerðirnar geti rekið sig í plús. Já. Þá eiga á þjóðin að fá stærri hlut og það má ekki gleyma því heldur ef við lítum 130 ára aftur í tíman að þá fórum við úr torfkofum og byggðum steinhús og bárujárns spýtuhús. Þetta gerðum við. Við lögðum vegi hringinn í kringum landið og heima á allar sveitabæi. Við byggðum hafnir, við byggðum flugvelli, við byggðum sjúkrahús hringinn í kringum landið, héraðsskóla hringinn í kringum landið og svo má lengi áfram telja rafvætum og símavætum alla þjóðina og einu gjaldeyristekjurnar sem við höfðum til að gera þetta voru fyrir fisk. Já, ég kenni upp í háskóla námskeið í auðlinda hagfræði og ég spyr nemendur í fyrsta fyrirlestri, horfið nú í kringum ykkur, þetta er yfirleitt blanda af bæði Íslendingum og erlendum nemendum og horfið í kringum ykkur í þessu herbergi, bendið mér síðan á það sem var framleitt á Íslandi. Bara eitthvað, mikrofóninn fyrir fram að þig, Grétar. Ó nei, borðið sem við sitjum við, sennilega ekki. Stólarnir ég efast það, skjáirnir fyrir framan okkur alls ekki, ljósin nei, fötin sem við erum í sennilega ekki. Hvernig gátum við þá keypt þetta? Og eins og þú réttilega bendir á, í gegnum tíðina fyrst og fremst vegna þess að við vorum gátum flutt út fisk. Þessi viðskipti og opin viðskipti hafa alltaf verið lífsspursmál fyrir íslensku þjóðina. Þegar Ísland hefur verið lokað, hefur verið vont að búa í Íslandi, þegar Ísland opið betra að búa í Íslandi. Og það gefur augalið. Og það gefur augalið og þetta er undirstaða. Það er líka athyglisvert að velta fyrir sér. Þetta er ekki frá mér komið, heldur hef ég nú heyrt þessu lýst af meðal annars Sigurði Jóhannesinni, forstöðumanni Hagfræðistofnunar sem mikill áhugamaður íslenska hagsögu, að það sé fjarstæðukennt að halda því fram að veiðigjöld hafi verið tekin upp 2012.
að Ísland hafi alltaf rukkað veruleg veiðigjöld með því að skrá gengið vitlaust, halda því of háu. Það meðal annars sökudólgur. Já, ég veit. En sko, og hugmyndin það svo að þú heldur genginu of háu og hérna... Sveltum útgerðina að þessu leyti. Og sveltir útgerðina og færð ódýrari innflutning á móti. Og þess vegna svolítið áhugavert að fylgjast með umræðu SFS það að þetta sé eitthvað nýtilkomi fyrirbæri. Ég held að það sé ekki fyllilega sanngjarn framsetning og ég heldur raunar að þegar þú skoðar rekstur útgerðarinnar segjum á 5., 7. og 7. áratögnum þá svona rétt hjekun og horri minni vegna að hún greitir svo rosalega mikil veiðigjöld í formi rangrar gengiskráningar. Jú, og það voru náttúrulega tímabil sem komu sem voru slæm þegar síldin hrundi í 68 svo förum við í að skuttóra væðast og þá fjárfestu við í skipum á hvert krumma hringinn í kringu landi sem var kannski ekki nauðsynlegt og annað í þeim dúr og þar að leiðandi var sjávarútvegurinn sem atvinnugrein illa stödd tímabundið, þurfti aðeins tíma til að vinna sig út úr því, lengri tíma heldur en kannski bankarnir gáfu þeim færi á sumum, svo byrjuður þegar kvótakerfið sett á, þá byrjuður að skera niður þá skuldugustu og losa sig við þá og færa veiðiheimildirnar og réttindin yfir til þeirra sem voru betur staddir og þetta voru pólitískir það voru flokkskirtinni sem réðu staðstu hverjir fengu og hverjir fengu ekki. Það má ekki gleyma þarna hann og Jóhanni vin okkar, hann setti stopp 85 skip. Þú átti Kjartan Jóhansson. Þegar var verið að kaupa það á sín tíma. En ég held að þetta sé alveg 100% rétt hjá þér og þú veist, sama á í sjálfu sér við fjárfestingar í innviðum eins og höfnum, sjálfsagt fórum við fram úr okkur. En það má ekki gleyma því á þessum árum, að því þú talaði nú síldarhrunið, að Hafrannsóknastofnun lengi fram, hafið fyrst og fremst að hlutverk að finna fisk. Til að veiða. Menn bara trúði ekki að vera hægt að tæma sjóin Þegar ég fór fyrst á síldveiðar 1970 í Norðursjóin að þá var Árni Friðriksson á miðunum að leitað síld fyrir síldarskipi og flotinn var á einhverju ákveðnu svæði, þá fóru þeir 30-40 mílur radíus í kringum flotan til að aðtöku hvort það væri eitthvað meira magna af síld þar eða einhverja Jakob Jakobsson frægur fyrir það að vera naskur á að finna síld Já. Það með uppsjávarfisk og hann skýst til við sá þetta í Afríku sérstaklega að þú átti í fulltu fangi með að halda við makríl til dæmis hann er svo 6 mílna tókferð það er svoleið hann er svo sprettarður og þú kastar alltaf áfram skilur, ef þú ætlar að fara að tefja eitthvað og segja, það er svo mikið hérna ég ætla að snúa við þá bara missur af torfunni þetta er þekkt og náttúrulega síld líka mjög gott að hafa leitarskip í því hún getur líka verið síldin alveg sama spretthörð, ekki kannski eins og makrillin eða það var ekki reyndin en samt mísjöfn og það var talað stykkasíld og rólega en það fór nú held ég mest eftir ætinu sem hún var í það fer eftir því en þetta er hérna sem sagt að Viðreisn tilbúin til þess að bjóða upp veiðiheimildir þetta búið að vera stefna held ég flokksins bara hreinlega frá upphafi og tilbúin til þess að endur skoða hlutina eitthvað það er mjög mikilvægt eins og við vorum að tala áðan að það sé samkeppni svo það líka þannig ég held og þetta svo sem sína dæmi bæði frá Íslandi og erlendis frá að það að einn hópur í samfélaginu njóti afraksturs af þjóðaregnum
leiðir til mjög óheppilegra sko birtingarmynda að þessi hópur tilbúin að eyða stórfé í að verja hagsmuni sína og þeim peningum sóa, þannig að sko þeir eru búin að kaupa dagblöð og reka eða sjónvarpsstöð og reka, halda upp í stjórnmálaflokkum, dæmin heiminn eru mýmörg það hvernig að svona fyrirkomulag leiðir á endanum til þess að það sem gæti verið öllu samfélaginu til ábata endar í bara sóun í hagsmunagæslu. Það bara þannig. Við getum nefnt þar kvótalánin sem voru tekið þarna upp á 96 og 97. Það fór engin peningur í skipakaup eða verksmiðjur. Nei, og við sjáum fór bara í óveitan fisk. Ekki gleyma Toyota umboðið og hérna þessu stóru flottu fyrirtæki sem voru keypt þá. En ég skil á sama hátt mjög vel hvað andstaða eigenda þessar réttinda við breytingar mikil, af því að þetta eru miklir hagsmunir. Jú, þetta breytir ásjónu og tekjumöguleikum þeirra. Það gerir það, en ef við ætlum að lífa í sanngjörn og réttlátu þjóðfélagi þá þarf þetta að breytast. Það einn punktur. Vegna þess að þetta búið að gefa vittlust í rauninni. Þannig að það sanngirni sjónarmið. Það sanngirni sjónarmið. En það líka annað. Þetta eru hagkvæmir skattar. Vegna þess að þeir breyta í sjálf sem mjög litlum hegðun. Ef við leggjum á tekjuskatta þá skerðir það viljan til að afla sér tekna, við leggjum á aðra skatta þá bjaga þeir hegðun. Þessi skatta breyta voða litlu vegna þess að þeir eru lagðir á umframhagnað í atvinnugreininni og fyrirtækin myndi ekkert breyta mikið hegðun sinni þó þau þyrftu að greiða fyrir framleiðsluþættina. Þriðja atriðið síðan þetta sem ég nefndi að svona það sem kallað pólitísk renta sem kemur bara vegna þess að þú hefur einhverja aðstöðu að nýta þér auðlindir, hún leiðir til sóunar af því að menn fara að eyða peningum í það að verja þess aðstöðu sín. Þeir þurfa ekki að vera á tánum eins og fiskvinnslur sem eru án útgerðar, þurfa að vera dansandi á tánum alla daga að leita besta verðinu á hverjum tíma. Þeir sleppa við það. Já, og geta sætt sig við hluti og óstöðuleika í efnahagsmálum, sveiflur í gengi af því að þeir hafa þennan púða. Þeir eru að kaupa af sjálfum sér fyrir helmingi lægra verð heldur en á fiskmarkanum. Það gefur þeim svo mikið svigrúm til þess að Ég ætla ekki að staðfesta helmingi lægra verða því þetta er aðeins minni munur en það er töluvert lægra. Hvort sem það er 30-40% þá er það venjulegast dygði það í hvaða atvinnurekstri sem er til að blómstra ef þú hefðir svoleiðis forskot á samkeppnisaðilaðina og hérna þetta breyttist náttúrulega mikið þegar menn byrjuðu að flytja út ferskan fisk þá hækkaði verulega og sérstaklega með flugvélum þar sem að menn fóru að senda út fersk flög sólarhings gömul, 2 sólarhinga gömul og þá var þetta komið í búðirnar úti, það hækkaði verðið verulega og stóru fyrirtækin hérna voru mjög svifasein, tók þau 10-15 ára að komast inn í snjallir menn út í Keflavík sem voru frumkvöðlar í þessu. Já, Eiríkur Hjartarson og Logi Þormóðsson, þeir byrjuðu á þessu og maður fylgdist nú með þeim og var þarna Sumum fannst þetta glabræði en svo hefur þetta reynst vera mikil búbót fyrir Já, þetta var bara búbót fyrir alla þjóðina að þetta hækkaði verðið á fiskinum. En menn dróðu frá kostnaðin við að fljúga þessu út og svo að þetta var ekki hægt að taka þetta inn í en auðvitað nutu flugfélögin góðsa þessu líka og var bara vel en þetta eru svona á þessum tímum sem maður er búin að lifa í þessu ég hef búin að vera á sjó í 14 ár áður en að kvótakerfið var sett á búin að vera skipstjóri í 6 ár áður en að kvótið var settur á kvótakerfið, þannig að maður þekkir alveg tímana
tvenna í þessu. Þetta voru nú erfið ár, þarna rétt áður en kvótakerfið að setja. Það var mikil, eins og varst að tala áðan, það var náttúrulega mikil offjárfesting í greininni. Á mörgu var það og svo var ekkert sérstakt verð, það var erfiðleika með skreiðarútflutning og ýmislegt sem kom upp á, eins og hefur alltaf skeð í Íslands sögunni. Og mér finnst sko, ef ég má bara að sko við tölum oft kvótakerfið og innleiðingu þess, þetta byrjar þarna 84 eða ennþá fyrir náttúrulega í ákveðnum uppsjátegundum. Við ræðum voða lítið breytingarna sem verða 87 sem að mínu mati ekki síðan mikilvægur og það þegar að menn opna fyrir fiskmarkaðina og þeir fara að koma upp. 86 opnaði fiskmarkaðar Hafnarfjarðar fyrst og svo stofnuðu við fiskmarkað Suðurnesja sem var fjarskiptamarkaður. Þá fór aldrei fiskur inn á markaðin, heldur var hann boðinn upp í fjarskiptum. Eins og mjög mikið í dag og mjög mikið í dag. Bátar hringdu í land og sögðu við erum með 2 tonna þorski og 1 tonna ísu og þá var það boðið upp klukkan 2 eða eitthvað svoleiðis að deginu til og svo fóru bara menn þegar báturinn kom í land og sóttu aflann. En sko hitt sem ég ætlaði að nefna því að þú eiginlega íaðir að því og það afnám svona útflutningseinokunarinnar sem var auðvitað eitt af því sem að gera það verkum að útflutningur og ferskufiski, öll þessi þróun sem hefur orðið var möguleg sko. Ég held að hafi verið mjög vel. Ekki það ég ætla að gagnrýna sölumiðstöð hraðfrystu húsana en þetta voru þrjú fyrirtæki. Þetta voru bara 3 fyrirtæki sem seldu bróðupartin af öllu sjávarfangi á Íslandi. Það var sölumiðstöðin og sambandið og svo Sýf. Og þar var saltfiskurinn. Og ég held að þessa breytingar hafi líka verið jákvæðar. Margir sakna þess að við séum með sameiginlegt vörumerki og eitthvað svona. Ég held að á endanum hafi reynslan sýnt okkur að það að margir snjallir menn reyna að finna góðar lausnir til þess að selja fisk dýru verði sé bara góð hugmynd. Það er bara nauðsynlegt. Það hefði mátt fara milliveg í þessu því að það var eitt sem hrundi við þetta. Það var ímynd Íslands fisks. Það var það sem ég að segja. Það mátti bara halda því áfram. Að sjálfsög hefði þurft að halda því áfram. Það hefði þurft að byggja þetta upp þannig að þetta gæti unnið hlið við hlið, ekki vera þessi einokun sem var. Og ég velti fyrir mér, sko. Ég lærði í Noregi og ég meira segja var á sín tíma á styrk í mínu doktorsnámi frá þetta á ég auðvitað muna Exportutvalget for fisk. Það var sem sagt sameiginleg svona markaðsgátt fyrir norskan sjávarútveg. Og ég hef alltaf verið pínu hissa á því að við höfum ekki horft til normanna því að þeir hafa beitt þessu bæði fyrir sinn sjávarafla en líka fyrir laxinn. Og til dæmis þegar þú segir fólki í dag að sushi með laxi var óþekkt fyrirbæri. Það bara norsku sölumaður í Japan sem fann þetta fyrirbæri upp sko. Þá trúir fólkið ekki. Heldur að þetta sé bara einhver tradisjonal japansku réttur. Nei. Þeir notuðu aldrei laxi í sushi. Núna ferðu allavega á sushi veitingastað í heiminum þar sem ekki seldur lax. Þetta sameiginlega markastarf héldu normenn í en ég svona get tekið undir það. Við mistum það og einhvern veginn að þá hefur ekki nema allra síðustu árum kviknað áhugi hjá útgerðinni að taka þetta upp, hvort að það raunhæft í dag veit ég ekki. Mér hefur fundist mjög skrítið. Það langsótt. Já, sko þeir vilja að ríkið borgið þetta og ég skil ekki af hverju ríkið þetta borga þetta. Mér finnst bara eðlilegt að ef þú vilt markaðsetja vöruna þína þá borgar það bara sjálfur. En þetta stórkostlegt að sjá sko, hvernig Noregur gerir þetta. Þú sér norskan þorsk, þú sér norskan lax í stórborgum bara víða koma sérlega inn svona 2 í viku eitthvað svoleiðis. Algjörlega og skrei, ég veit ekki hvort þið hafi, það svona fyrirbæri sem þeir eru að nota núna, skrei þýðir umverulega bara vertíða þorskur frá Lúfútan sko. Og þeir eru búin að vera markaðsetja þorsk núna í allmörg ár undir þessu vörumerki ferskan á vertíð. Og hafa bara gert verulega gott mót sko. Já, en svo við tölum nú aftur Viðreisn og stefnu Viðreisnar nýliðun. Já, þetta mjög mikið áhyggjuefni og sko það hafa auðvitað ýmsar tilraunir verið gerðar til þess að stuðla nýliðun
Hvaða tilraunir hafa verið gerðar í því? Ég myndi nú segja að strandveiðarnar hafi verið tilraun til þess að búa til vettvang fyrir nýliðun, hvort það hefur virkað eða ekki síðan aftur annar mál. Þeir eru bara í handjátum, fótjátum og bundnir. Já, kallaða frjálsar veiðar mjög skrítið vegna þess að þetta er ekkert frjálsar veiðar. Það er stýrt hver á bátinn og hversu stór báturinn og hvað veiðarfæri hann notar og hvar hann að veiða og nákvæmlega hvenær hann að veiða og hversu mikið hann veiðar á dag og ég alls ekki skilja þetta sé frjálst. Hvað má hann vera lengi úti? Já, hvað má vera lengi úti á dag og hversu má ekki veiða helgar bannað að veiða först á laugardag og sunnudag. En sko, þetta er verulegt áhyggjuefni og hlýtur eiginlega alltaf að vera, sko, hvernig ætlar að tryggja nýliðun, hvernig ætlar að tryggja það að ungt fólk með snjallar hugmyndir og vilja til að vinna komist inn í atvinnugrein sem er orðin eins fjármagnsfrek eins og sjávarútvegur í dag. Það var bara síðast í dag kom á Facebook hjá mér 16 ára stelpa í Nóri að kaupa sér trillu, 10 tonna trillu og ætlaði að fara að gera út. Já. Ég og mjög góðan félaga sem er á strandveiðum með síni sínum, þeir eru með, fyrst byrjuðu þeir nú á sama bátnum en nú eru þeir komið með sittkvot bátinn. Sko auðvitað er til svoleiðis fólk. Þeir byrjuðu ekki á núlli, þessi félagi minn sem ég hef nú farið með honum á strandveiðar var lengi vel á sjó og hafði reynslu og vissi hvað hann var að gera en hefur með þessum hætti geta svona haldið þessa þekkingu áfram sko. En hann segir við mig hvernig ósköpunum og ég að geta tekið næsta skref þegar að ég fyrir í bankan og hann býður með 10% vexti og ég veit að stóra útgerðarfyrirtæki hérna er að borga 3% á evrulánunum sínum. Já. Hvernig á ég þá geta boðið í þessar heimildir? Þetta er annað vandamál. Að það er ákveðin svona kerfisbundi skekkja í því að sumir geti fengið aðgang á ódýru fjármagni erlendis, aðrir þurfa að sætta sig við íslenska vexti og alveg óháð því hversu snjall þú ert. Þú getur ekki keppt við þessa eða hvað þú ert duglegur eða hvað sem það bara breytir ekkert. Nei, þannig að sko þarna þyrftu menn að sitja við sama borð og þetta er auðvitað annað af þessum stefnumálum við erum sem ég er ekki vissum að þessi hrifnir af sem er að losa okkur við krónuna. Já, akkur látum við ekki skoða það í fullri alvöru kosti og galla. Já. Og það er bara heilbrigð skynsemi í því að skoða hlutina. Síðan geta menn tekið ákvörðun þegar sjá hvað það þýðir. Já. Þjóðin sjálf hefur enga að tapa sko. Nei, ekki sjávarútvegi. Og allavega ekki að því að skoða málið. Ekki að skoða það. Þú stendur svo frammi fyrir því þegar niðurstaða er komin hvað okkur stæði til boða að þá getum við bara nei eða já. En mér hefur alltaf þótt mjög skrítið þegar að útgerðin heldur því fram að þetta sé ægilega hættulegt í ljósi þess að ef við tökum Samherja sem dæmi. Áorðið veiðiheimildur alla Evrópu. Þeir virðast ekkit vera hræddir við það að stunda sjávarútvegi í Evrópu. Þeir eiga veiðiheimildir í Þýskalandi, þeir eiga veiðiheimildur allt. Færeyjum og Fraklandi og Bretlandi og Fraklandi. Afríku. Já, að sko það skýtur svolítið skökku við að segja að þetta er upphafið endalókunum en ég er samt fluttur þangað yfir, sko. Ég skil ekki þetta, sko. Ég held að þarna sé verið að gæta einhver annara hagsmuna. En já, það er örugglega þannig að það er ekki sömu hagsmunir alls staðar. En málið er að það þarf að koma einhver tillaga frjálsar handfæraveiðar. Þá er ég að tala alvöru frjálsar og helst er að reikna með 20-25.000 tonnum sem færu í frjálsar handfæraveiðar og fyrir utan kerfið. Núna eru norðmenn að skera niður hjá sér í þorskveiðum og þeir undan taka undan handfæraveiðar eða kistbátunum sem þeir kalla strandveiða bátun sem er að fiska á grunnslóð og þeir eru halda sínu en skerðingin kemur bara á stóru skipin. Frystiskip og ísverkstógara og stóra línubáta og netabáta og svoleiðis.
eiga þeir við nýliðuna vandamál að stríða sko og svo það þetta sko hvernig ætlar að stýra hverju fá að veiða. Ég myndi segja það margt sem að ég var hissa á þegar að strandveiðarnar voru teknar upp á sín tíma. Eins og til dæmis að kerfið skuli vera alveg opið. Að sko ef þetta á að styrkja dreifðar byggðir, ef þetta á að stuðla nýliðun, hefði ég haldið að það skipti mestu máli að gefa þeim tækifæri sem búa á þessum stöðum og sjá fyrir sér framtíð í atvinnugreininni. Hins vegar veit ég get ekki svarað ykkur hér sko, hvernig við ættum að gera það en það eru þetta fyrirkomulag allavega ekki þetta sem að skilja í Noregi ef við horfum til 76 og 77 náttúrulega þegar við hefjum sóknarmarkið þá skildum við þetta út það var bara togararnir og netabátarnir yfir netavertíðina. Ég held bara línubátarnir voru bara nokkuð frjálsir líka eins og stofnarnir. Já, það voru engar hömlur nema á togarum. Okkur þótt ekki ástæða til. En hverja voru smábátaveiðarnar þegar að þetta kerfið tekið upp? Kannski 3-4% af þorskveiðunum. Þetta eru 21% í dag. Þannig að sko þær uxuðu þetta sem hlutfall af heildinni nokkuð samfellt fram yfir aldamót. Nei, sko þá ertu að tala línubáta og smábáta sem ger út á línu og jafnvel net en ekki strandveiðibáta bara sem voru á handfærum. Þeir voru alltaf svo litlir. Þetta var auðvitað að blanda bátum á öllu þessu tímabili. Já, en handfæra bátarnir þetta sem við skilgreinum sem sko minni bátana sem tilheyra litla kvótakerfinu hjá okkur. Já, þá ertu að tala 12 tonna báta og minni. Já. Þeir fara úr einhverjum 3% og upp í 21%. Jú, en ef þú ferð svo aftur til 83 þá voru þau með miklu meiri afla. Já, ég veit að þetta var ákveðin lágpunktur og þetta við förum aftur til 1840 þá erum við aftur konur í 100%. Sko. Já, ég er nú ekki að tala það. En sko ég bara segja stýring á þessu virðist í mínum huga að vera óumflýjanleg. Ef þetta á að vera ábatasamt þá verður alltaf löng biðröð af þeim sem vilja taka þátt. Þannig við þurfum að vera þá alveg skýr með það hvaða pólitískum markmiðum við ætlum að ná með kerfinu. Og þá virkar á mig svolítið skrítið að það séu þá bara engin afskipti af því hverjir taka þátt í þeim. Já, nú segir þetta sé mannréttindabrot ef þú ætlar að setja bann. Það þess að erum við með strandveiðar. Það er mannréttindabrot að banna sjómönnum að róa til fiskjar. Já, ég get ekki róa til fiskjar. Mér vantar bát og þú veist. Það er að heljarna fjárfestingu. Já. Ég sé nú ekki alveg að þetta sé þengri réttindi. Nei. En það er náttúrulega segir sér sjálft að eftir að mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna felldi þann úrskurð 12. desember 2007 að við ættum að borga sjómönnunum sem fóru á sjó án þess að vera með veiðiheimildir og ættu að fá skaðabætur fyrir það sem þeim var gert. Þeir voru dæmdir, annar í fangelsi í 3 mánuði og hinn óskilorðsbundið fangelsi minni mig og þeir voru nánast gerðir að öreigum. Já, en sko, við viljum... Og þeim fengu aldrei bætur og það verið engin stjórnmálaflokkar á Íslandi en þá tekið þetta upp og sýnt sóma sinn í því að borga þeim bætur eða leggja fram frumvarp það að þeim yrði borgaðar bætur. Nei, en sko, þetta samtal okkar hinga til. Sýnir allavega mér að við erum sammála að sko, sjávarútvegur á að vera blómleg atvinnugrein. Er það í rauninni? Já. Og er það algjörlega? Já, en það er bara vitlaus skipt. Já, sko, það er önnur spurning. En ef við erum sammála þetta, að þá sko, sé ég ekki að það sé hægt að vera með opin aðgang að auðlindinni. Það þurfa alltaf að vera einhverja reglur hverji mega og hverji mega ekki. Já, en það er allir að standa jafnir að... Þar erum við orðnið sammála aftur. Já, það bara er nauðsynlegt. Og þá segi ég að það er ekki bara kvótakerfið. Það er líka aðgengja fjármagn, eins og ég var að tala á það. Sko, þessi félagi minn sem hefði alveg áhuga á því að eignast kvóta.
Það ekki viðlit fyrir að hann geti keppt einhvern sem að borga 1/3 eða 1/4 vöxtunum sem hann þarf að borga. Já, en þú átt ekki að þurfa að kaupa kvóta. Frekar að borga leigu fyrir veiði heimildina í ár. Já. Eða jafnvel að hafa það í dagakerfi. Þú leigir þetta marga daga, borgar þetta fyrir daginn og þannig tryggir þér úthald ákveðin tíma og svo hefur frjálsar hendur. En það eitt sem ég hef ekki talað. Þú veist, hann til staðar en hann hefur verið alveg rosalega þröngur og erfiður. Svakalega hátt. Hann erfiður af því að það er svo lítið sem fer Já, algjörlega. En sko, maður gerir sér ekki grein fyrir því hvort að tvöföldun myndi breyta miklu. Og ég ætla að segja annað í þessu samhengi. Ég hef lengi verið svona hissa á því hvað sjávarútvegur í Nýja-Sjálandi hefur gengið brösulega. Miðað við raunverulega hvað hann gengur þó vel á Íslandi og í Noregi. Þeir eru líka með kvótakerfi. Þeirra reglur framsal voru ennþá frjálslindari heldur en okkar. Þú ert ekki að eiga bát eða verið í sjávarútvegi til að segja kvóta. Hver sem getur gert það. Svo ég lagði áherslu á það að fá að fara ánga niður til bara til að skoða þeim og mín tilfinning var svo að þeir hafa semst komið sér upp svona leiguliðakerfi sem þannig að fæstir sjómenn eiga aflaheimildir. Flestir leigja þær til skamstíma í senn. Þetta hefur algjörlega þurrkað upp alla fjárfestingu í veiðunum. Þannig að ég trúði ekki mínum eigin augum þegar ég kom ánga niður til og sá eiginlega hvers konar flota þeir að gera út. Þannig að það fyrir mér heldur ekki patentlaust. Að einhver takmörk þurfum við að setja eitthvað sem að sko stuðlar að þennu pólitíska markmiði sem ég get alveg tekið undir að sko mikilvægt þar að segja nýliðinu. Nú vorum við með frjálsar handfæraveiðar fyrir kvótakerfið. Já. Og það voru takmarka, það alltaf takmarkanir á handfæraveiðum. Það bara veður. Já. Til dæmis. Svo barnabátarnir og þú veist hvernig það hefur verið það sem við köllum smábát. Gafi minn var skipasmiður á Ólafsfirði, smíðaði og hélt við trillum. Og maður sko myndir af sko gamla bátnum hans og bera saman við það sem við köllum smábát í dag. Já, ég alveg saman því. Sko. Og alls ekki treystandi að fara út í hvaða veðri sem svo sérðu hraðfiskibát í dag og þetta bara, þetta allt annað. Þeir gera ekkit í vondu veðri sko. Nei, en þeir geta komið sér hraðar inn og út og þeir eru... Þeir keira nú ekki hratt ef það einhver bræla. Nei. Þá komast þeir ekkit áfram. En við erum að tala 4 mánuði ári þar sem ná einhverju sók. Já, en ég myndi samt alltaf segja, sko, ég myndi aldrei velja að fara í gamla bátinnas afa villa samanborgið í svona bát. Sko. Nei, en það bara ef það verið að tala nýliðun í flotanum og þá þurfum við að gefa mönnum tækifæri og það þýðir ekki að leigja veiðiheimildir á uppboði til 20 ára fyrir útgerðina. Í dag hefur útgerðin 1 ár. Hún fær úthlutað kvóta núna 1. september og það runnið út eftir 12 mánuði. Já, en afla hlutdeildin, hana hefur við litið á hinga til og hún sé bara varanleg. Og það það sem ég held að leið og kemur alvöru sjávarútvegsráðherra þá kipur hann þessu bara út. Jafnvel fækkar kvótategundum, bundum kvótategundum. Hann tekur það bara út og segir ég ætla bara að leggja til að menn veiði frjálst að þessari tegundi eða hinni. Ég ekki ósammála ykkur en það væri Viðreisn ekki að halda því fram og ég halda fram stefnu Viðreisnar að setja hluta þessu á markað öðruvísi en að viðurkenna að þetta eru ekki eignarréttindi. Hins vegar alveg ljóst að það fullt að lögfræðingu þarna úti sem eru tilbúinir að vera á öndverið veiði við okkur. En það líkilatrið þegar boðunar verða upp veiðiheimildir að þeir sem ekki eru bestu vinir bankastjórans þeir geti boðið í veiðiheimildir
og borga það jafnóðum og þeir landa fiskinu. Sitji við sama borð. Sitji við sama borð. Allir sitji við sama borð. Þurfi ekki að fara til bankastjórans og segja ætlar að leyfa mér að leigja 10 tonn af fiski. Og þá komum við aftur á þessu að þú veist þetta svona pínu flókið. Þetta er ekkert flókið. Þetta er bara við höfum leyft sjávarútvegsfyrirtækjunum að flytja sig yfir í annan gjaldmiðil með miklu lægri vexti, miklu betri aðgengi af fjármagni, meðan hinir þurfa að setja inn í krónunni. Já, en þeir myndu ráða við það í íslensku krónum að leigja og væntanlega eru þessi stóru fyrirtæki þeir borgaði sjálfur sér með löndunin. Þeir borgaði leið og landa. En þeir ættu í erfiðleikum með kaupa á aflahlutdeild. Þeir eru ekki að kaupa, ekki kaupa, bara leigja. Þeir kaupa hana af ríkinu, bjóða í veiðiheimildina, leigjana. Já, og þeir þurfa borgana leið og þeir landa. Já, bara á fiskmarkanum og þá er þið bara tekið 100 krónur í kílóið eða eitthvað. Allt í fínlegi, ég kaupi þetta alveg. En útskýru nú fyrir mér, hvernig ætlum að forðast það að lenda í sama vandamáli og nýsjálendingar með að, þú getur boðið aflaheimildirnar til 1 árs, en hvernig ætlar að samfara bankaðinum að lána þið fyrir bátnum eða endurbætur á bátnum eða stærri vél í hann? Það er góðæri. Að bankinn segir við þig, já en þú átt engar aflaheimildir á næsta ári, þú átt bara með leiðar aflaheimildir á þessu ári, þá segi ég, sko, ef við raunverulega ætlum að láta þessa aðila setja við sama borð og stærri útgerðarfyrirtæki, þá verðum að fjarlæga þá hindrun sem felst í að þeim bjóðast ekki sömu vextir og öðrum í atvinnugreininni. Þú hefur veiðileyfi á Íslandsmiðum. Þú ert að gera of mikið úr gjaldeyrum í þessu tilfelli. Það hefur veiðileyfi. Þú hefur veiðileyfi, þú getur sýnt það. Þegar þú ert komið veiðileyfi upp á það á þinni trillu og þú ætlar að sækja 10 tonn, þá og svo færð þú 1 tonn á fyrsta degi og setur það inn á markað, selur það fyrir 550 krónur eins og verðið í dag, að þá borgaru kannski 100 krónur af þessu aflaverðmæti fyrir kílói. Skil þetta fullkomlega. Ég á engu vandræði með þennan hluta kerfisins. Ég á í vandræðum með þann hluta sem felst í hvernig ætlar að fjármagn kaupin á bátnum. Hvernig ætlar að samfara bankaðinum að lána þér fyrir endurbótum á honum, að lána fyrir kaupin á báti númer 2, ef þú getur ekki sýnt fram á að þú hafir aðgang að veiðiheimildum á næsta ári, næsta ári og þannast ári, og það er það sem hefur gerst á Nýja-Sjálandi. Hvað vita útgerðarmenn í dag það fyrir næsta ár? Þeir hafa mjög mikinn fyrirsjáanleika, og alveg sama þó þú segir að lögin segi í dag að þetta sé bara til 12 mánaða, þá veist þú alveg jafnvel og ég að þeir líta þannig á að þeir eigi þetta. Og fái úthlutað aftur á næsta ári. Já, þeir treysta á það. Og þeir fá bara sóknarmagn í staði til dæmis. Já, en ég er bara að lýsa því ástandi sem þið viti að ég veit hverju þetta lýsa. Já, við vitum það, en málið er að það verður að breyta þessu. Það verður að taka þetta, að þetta sé sjálfgefið, að þeir fái þetta. Enga deilur það er líka stefna Viðreisnar. Það verður að opna þetta fyrir alla Íslendinga. Og þú þarft að eiga bát og þú þarft að vera með réttindi til þess að sigla skipinu og annað í feimtur. Það geta engir aðrir farið á sjónum sem hafa til þess réttindi. En á móti hefur þú sömu möguleika á að ná þér í og lifa af því jafngóðu lífi. Já, þar fell ég af lestinni, vegna þess að ég sé bara alls ekki að þessir aðilar hafi sömu tækifæri og stórútgerði eins og kerfið er í dag. Nú ertu með eignarhald á 800 trillum. Það eru Íslendingar sem eiga, það eru 800 trillur til á Íslandi. Já. Grásleppubátar, handfærabátar og svona litli bátar, og þeir gætu allir leigt. Þeir gætu gert það. 10-20 tonn innan ársins. Ég myndi óttast að endurnýjunin yrði erfið ef að þeir væri í keppni þessa sömu
aflaheimildir við fyrirtæki sem borgar 1/3 af vöxtunum sem þeir borga. Þannig að, sko, ég held að við ættum ekki að, þið vitið, ég var ekki kallaður inn á þátt til þess að deila við ykkur. Nei, alls ekki. En ég bara að segja að jafnvel þó við jöfnuðum aðgengið, óttast ég að það sé samt ekki rétt gefið. Já, það forskot þeirra sem eru fyrir mikið. En þessir aðilar hafa verið í dag að leigja jafnvel veiðiheimildar á 450 krónur. Já, og selja fyrir 550 og þykja skóðir stundum lendaðar í því að vera með larra fyrir ákveðna tegundir eins og þorskin, en hafa geta bjargað sér með að veiða löng og keilu og ísu eða eitthvað annað, og í sumum tilfellum ufsa. En kerfið þannig að þú ert að veiða kannski 5-6 tegundir, ef þú ert á línu þá ert að veiða allt upp í 10 tegundir, með löngu keilu, hlýra, steinbít og lúðu og ekki mikla lúðu að vísu að banna. Nei, að þeir kemur auðvitað á krókin saman hvort það bannað að býta hann ekki. Já, þeir sjá nú að fara með hana bara í plastbókum. Við segjum ekkert svoleiðis. Nei, en þetta eru bara staðrindir og við erum, og það nú gallin við okkur að við erum ekki að horfa á hlutina eins og þeir eru frekar eins og við viljum þeir síðu. Það því miður rétt. Og það er að mínu mati það versta. Við kvótakerfi sem við erum með í dag býður upp á brottkast, framhjólöndun, vigtarsvindl, ísprufusvindl, að þú kemur með 10 tonn í land og en til miður það þannig. Hann vigtaður 10 tonn, svo fer hann inn í hús og þá kemur bara 12 póstur frá húsinu, það voru 20% ís í fiskinum. En því miður það líka þannig að það að takmarka til dæmis í strandveiðunum hversu mikið mátt landa á dag hefur sömu áhrif. Hvetur til brottkast. Þeir passa sig á því að vera ekkert að koma með nema það sem það svo lítið, og það fáralega að við erum ofta að velta okkur upp úr því hvort það einum eða 2 fiskum meira, 10-20 kíló. Það nefnilega fáránleiki að vera að eldast við svona smottir sem skiptir engu máli, ekki nokkuru máli. Minn punktur ekki magnið, minn punktur bara hvatinn þarna líka. Og þú veist að við skulum búa til hvert kerfi á fætur öðru sem í sjálfu sér hefur öll þessa sömu svona innbyggðu galla. Þú hefur það ekki í sóknarmarki. Þá hefur engan hvata til þess að landa framhjá. En Færeyingarnir hafa nú verið með sóknarmark býsna lengi. Já, og það er ekki beinlínis uppörvandi hvernig hefur gengið með að halda utanum veiðarnar eins og þorskinu. Gleymdu því ekki að þeir fóru í kvótakerfi eins og við og voru með það í 1,5 ár, aflamarkskerfi, og þeir bökkuðu út úr því af því að þeir sögðu að það væri ekki hægt að henda fiski. Þá hendu þeir smæsta fiskinum, ódýrasta fiskinum. Þó nokkuð sterkari miðheldur en Færeyingar. Já, ég ætla ekki að gera lítið úr því, og þeirra þorskstofn var alltaf miklu minni heldur en okkar og þeirra þorskveiða sögulega, en þið getur nú ekki annað en viðurkennt að þeim hefur ekki beinlínis reitt vel af í því fyrirkomulagi, og útgerðin þar reksturinn því miður ekki góður. Ég má ekki sleppa þessu. Þeir eru búin að byggja fleiri göng heldur en við. Ekki bara við getum lært margt á Færeyingum. Við getum lært margt á Færeyingum, ekki miskilja mig. Ég var nú bara hérna í þingi rétt áðan að tala fallega færeyska hagkerfið. Þeir eru með lægri verðbólgu og þeir eru með lægri vexti og þeir eru með hærri þjóðarframleiðslu á mann heldur en við, meiri stöðuleika í ríkisútgjöldum. En eitt af því sem ég get sagt fallegt Færeyjar því miður ekki að þeir hafa staðið sér vel í fiskveiðistjórnun til dæmis á þorskstofnunum hjá sér. Já, þá ertu að tala að þessi heimamið þeirra
en þeir hafa eitt fram yfir okkur. Þeir eru með veiðiréttindi við Nýfundnaland, þeir eru með veiðiréttindi við Grænland, þeir eru með veiðiréttindi við Ísland, þeir eru með mikið í norskri og rússneskri, svo eru þeir með veiðileyfi og veiða síld og makril í Norðursjó. Ég er auðvitað að tala heimastofnana þeirra, vegna þess að tilfellið er að stýringin á hinum veiðunum er í sjálfu sér ekki þeirra höndum. Það er bara eitthvað sem þeir taka þátt í tvíhliða samningum. Sko. Já, en þeir eru að bjarga sér að ná í aðgang að fiskimið. Annað sem við getum lært að þeim, sem að þeir lærðu dýruverði, er að fara varlega í uppbyggingu fiskeldis. Já. Ég mikla trú á fiskeldi sem atvinnugrein, en tilfellið er að allar þær þjóðir sem hafa gefið afslátt á umhverfisreglunum hafa fengið í bakið. Jú, og þeir eiga sjálfstætt að fá það líka. Já, þeir eru búnir að gangi gegnum það, sko. Þeir heftu alla sína reglur mjög verulega 2000 en það sem er hjá þeim að þeir búa við dálítið öðruvísi aðstæðar heldur en við, því það eru miklu meiri straumur og það verður ekki þessi mengun. Nei, grynnri firðir, mikil straumur á milli eyjanna. Ekki þessar fallegu laxveiðiár. Og ekki laxveiðarnar. Nei. Það er alveg rétt. En er eitthvað sem að þú vilt koma að lokum? Nei, ekki annað en kannski það að það er grátlegt að þessi skoðun meiri hluta þjóðarinnar að það eigi að deila ábatanum að sameiginlegum auðlindum með réttlátum hætti skuli alltaf vera sett neðst í bunkan í stjórnarmyndunarviðræðum og vera það sem flokkarnir gefa alltaf eftir. Og þess vegna er þetta svona ofarlega okkar stefnuskrá að gera þessa breytingar. Já, en ég saði nú stundum á árum áður þegar kvótakerfið var sett á akkurri var þess ekki skipt eftir hlutaskiptum. Sjómannafélögin fengju sinn hlut. Erum við tímabundnir? Það er nefnilega mjög athyglisvert nefnir þetta af því að ég og ágætna félagi í Alaska og skipstjóri og stýrimannafélagið þetta og vélstjórafélagið hitt og svo útgerðin sinn hlut. Af því að sko í Alaska þá voru þeir að leika sín eða kanna þann möguleika að vera með sko hafnarkvóta sem var bara á plássinu að vera með vinnslukvóta og útgerðarkvóta og þá var hugmyndin svo að reyna svona deilis einhvern veginn. Akkurju var þetta sett á einn aðila í svokallari sjávarútvegsfjölskyldu í rauninni. Já. Fiskvinnslufólkið átti líka rétt. Allavega voru þetta þeirra atvinnuréttindi ekkert síður heldur en ég meina þetta voru allir sem áttu að eiga að fá rétt. En þess vegna erum við sammála að þetta kerfi er ekki sanngjarnt. Þetta kerfi er galið og verður að fara og endar illa ef við höldum þessu áfram. Og ennþá vil ég bara segja það, þetta verður að fara af, þetta gengur ekki upp og við verðum að fá einhverja alvöru stjórnmálamenn til að breyta þessu sem fyrst. Heyr. Má ég koma með lokaspurningu til gestsins? Já. Mundu þið ganga eftir því að fá sjávarútvegsráðuneytið ef þið færuð í stjórn? Já, ég held að þetta hefur verið slíkt baráttumál frá stofnun Viðreisnar að við myndum alveg örugglega reyna að gera það. Þá þakka ég ykkur fyrir. Takk sömuleiðis. Já.